Við erum mætt aftur í þátt nr. 2, Háskólaboltaspjallið, og í dag ætlum við að ræða svolítið ferlið að fara út í háskólaboltan og hvað felst í því og hvenær þarf maður að byrja, hvað þarf ég að gera og allt það. Þannig að við kannski opnum bara hvað á maður að gera til að komast á styrk út til Bandaríkjanna. Já, í rauninni númer 1, 2 og 3 er að byrja að spá í þessu snemma, og þá spyr einhver hvað er snemma. Við mælum með því að kíkja allir bara til okkar í spjall svona 1,5 ári áður en þú útskrifast og ert að spá þér fyrir út. Bara velta fyrir þér, við getum komið með, látið vita af þínum möguleikum, hvað þarf að gera og fleira, því að þetta er ferlið, þetta tekur tíma, þú vilt komast inn á radarinn hjá þessum skólum, því að það sem kannski leikmenn átti sig á, þú ert að keppa við leikmenn út um allan heim. Þetta er ekki bara Bandaríkin, þetta er öll Evrópa, þannig að þú vilt vinna þetta vel og vandlega til þess að eiga möguleika að fara í draumaskólan. Akkurat, ég held að það sé mitt eitthvað sem að margir eiga sig á, þú veist, að byrja nú snemma. Við lendi á spínu í vesinni með að þetta var bara eitthvað svona sem að Íslendingurinn, þú veist, þetta reddast attitúd sko, sem að hefur komið okkur langt, en það er betra að byrja fyrir, og þess vegna er alveg 1,5 ár af því að það er svo margt sem fylgir, eins og bara byrjum að nefna prófin, skilur, SAT og TOEFL, og svo þarf þetta að fara í menntaskólaðinn og grunnskólan og fá leyfi hjá deildinni sem ætlar að spila í, eins og NCAA og svona. Þannig að það felst miklu meiri í þessu heldur en bara ég ákveða að fara út og ég ætla út eftir 3 mánuði. Það bara gengur ekki upp, skilur. Í rauninni svona þegar við byrjum, þá var fyrst svona okkar fyrsta markmið að kynna öllum fyrir umhverfinu hvað háskólaboltinn er, skapa kúltúr. Númer 2 var svolítið, þetta er ekki bara hannig eins og við Íslendingar gerum, sko, að allt gerist bara svona, og á Íslandi, ef þú myndir vilja fá símanúmer hjá forsetisárunum, þá getur þú reddað við eftir, skilur. Við lifum þannig samfélagi sem er frábært, en þetta úti tekur langan tíma, og þú veist, og það var svona sem við þurfum að útskýra líka þegar við byrjum fyrst, þá voru kannski leikmennum koma flesti bara í svona mars-apríl, ég ætla út í ágúst. Það er alveg hægt, en þá ertu ekki að fara fullnýta þína möguleika í að fara í skóla sem að henta þig best bæði fótbolta og námslega. Og stór þáttur á því að byrja að ferli snemma er að því það þarf að taka prófin, og það þarf að taka SAT og TOEFL, og SAT er bara 4 sinum ári. Þannig að ef þú ert eitthvað svolítið seinni í ferlinu og það er kannski bara 1 próf þangað til og ætlar út, og þú veist, mjög margir vilja taka prófið 2 og við erum mælum með að taka það 2 af því að þetta er, eins og segir, ótrúlega nýtt, það prófið hanna fyrir þá sem eru með enska á móðamáli, þannig að tíminn í prófunu og hvernig þetta er uppsett og svona, það lærist mjög fljótt, þannig að þeir sem verið annað skipti bæta sér alltaf fáránlega mikið, sko, og eins og segir, þú veist, góð skori í þessum prófum geta hækka styrkinn töluvert. Þannig að við erum mælum með líka bara, þú veist, að ef þú ert að byrja ári fyrir, þá hefur allavega þessi 4 próf yfir árið, og svo kemur það kannski að það, þú ert akkurat í útlöndum með fjölskyldinu á einni dagsendingu, þú ert í vorprófum á næstu dagsendingunni. Þannig að þú veist, með því að byrja þetta svona snemma, þá hefur svolítið svigrúm til að aðlaga þetta að þinni hentisemi og gera þetta bara í rólegheitum. Það er ógeðslega stressandi að vera komið með boð styrkjabel, og þú þarf bara að ná þessu skori annars er styrkunni farin. Þú vilt í rauninni vera komin með skorið og svo fá boðum styrk. Það er svona draumascenaríó, sko. Já, en þú veist, auðvitað er, þú veist, það er mjög mörg tilfelli sem eru bara mismunandi, sko. Já. En þú veist, og líka bara vinna myndbandið, þú veist, hugsa það strax bara, er ekki örugglega að vera að taka upp leikina og ná góðum klippum, og svo vilja þjálfararnir koma hingað, sjá þau spila live, þannig að þú veist, þetta ferli tekur oft mjög lengri tíma en maður átt að sjá, sko. Já, algjörlega. Eins og næstu viku, þá erum við að fá 2 skóla, Förmann og Vermont. Þeir eru að skoða leikmenn í sumar fyrir 2020. Akkurat. Þannig vinna er þetta. Já, og þeir vinna þetta líka þannig að þú veist, þeir koma og þeir vilja vera með allt á hreinu. Ég er kannski að leita þessari stöðu, og þú veist, þeir eru bara á prógrami, þeir vinna þetta svo efficient og þeir eru bara að gera þetta svo mörg af, bara við ætlum að skoða þessar stöður, hvar eru leikir, hvenær eru leikir, og þeir mæta, og þú veist, þeir eru ekkert eitthvað lengi, en þeir vilja líka fá spjallið við strákana og kynnast þeim aðeins, og svo höldum líka þessum blessu prófum, topicum prófin á lofti, að maður svona læriði hvað prófin geta opna marga glugga en loka mörgum á sama tíma. Það er bara eitt skor sem er ekkert fárlega hátt, þá bara sama hversu góður leikmaður þú ert, þá ertu samt bara búin að loka
bara 100 gluggum af skólum sem þú hefði getað farið í sem þú veist, bara sýnir bara að þetta ekki þú ert þarna sem námsmaður og að fara þarna sem námsmaður og íþjóttumaður og þá verður bara að jögla þessum boltum saman til þess að geta farið út og við þekkjum nú þessi próf vel, þessi TOEFL náttúrulega líka sem aðeins öðruvísi að bara tekið upp í 12 en þetta er alveg, þú veist þetta er alveg stressandi próf. Já, þú náttúrulega þekkir að hvað mann best með SAT prófbúðunar. Já, ég var nú bróður með SAT prófbúðunar og þá sér maður líka bara hvað krakkar geta verið stressaði fyrir þetta en hvað undirbúningurinn skiptir máli. Algjörlega, og það er líka búin að hjálpa þeim fáránlega mikið að hafa aðgang að þessum prófbúðum af því, þú veist, eins og við fórum í þetta próf, þú veist, ég læri ekki fyrir það, sko, ég held bara ekki að ég var með það, skilur, og þú veist, náttúrulega taka þetta allt og öll prófin tvisvar og þetta högg sem að högg bara, þannig að það var enginn undirbúið fyrir þetta og við segjum við krakkan okkar, svo ég gríf fram mér sem kom í prófbúðunar krakkar í Bandaríkjunum eru kannski 2-3 annir í SAT bara áfengum bara, ég prófið að setja upp svona þetta er það, þú veist, að því að prófið þetta er eitthvað íhaldsamasta batteri með SAT próf, bara þeir eru bara með hennar struktúr og þeir eru stoltir á honum sama þó þetta hendi ekkert öllum þetta er bara saman próf sem verður að vera fyrir alla þessa háskóla algjörlega, en eins og sagðir á hann að þetta getur loka á dyr en það sem er jákvæð við að vera íþróttamaður að þú í þess að topp námskóla þá þarftu mjög gott skor en þú þarft hins vegar læra skor en venjulegur nemandi þetta að vera íþróttamaður þú ert í smá sérstakum flokk þannig að það er líka svona jákvætt við að vera íþróttamaður þú getur komið þér inn þú veist bara í þess að topp skóla þú þarft mjög gott skor en ekki bara 100% 10 eins og bara ef þú ætlar bara að sækja sem venjulegur nemandi það er svona forskot sem íþróttamenn hafa algjörlega og svo fylgir líka náttúrulega bara menntaskólalengunin telur alveg hellinga þetta þeir þýðir GPA sem er þeirra meðalengunin kerfi sem er 1-4 að þú veist það er alveg pínu dýrt að vera sauður í menntaskóla og hafa ekki sinnt honum og vera alltaf bara með GPA sem er alltaf lágur fyrir skólan sem ég langar í algjörlega, hvað við nefnum átt í því þannig þegar leikmónu byrja seint í ferlinu að bara af hverju lærði ég ekki aðeins meira en núna þegar leikmenn byrja að stemma þá fáum við bara símtöl frá foreldurum að allt í einu bara viðkomandi byrja að læra heima því að hann veit ef ég legg aðeins meira á mig þá get ég kannski verið aðeins betri skóla því að meðalengunin skiptir máli og engunir og skori SAT geta opnað rosalega mikla möguleika því að eins og þetta háskólar og þeir vilja að þú komir inn á góðri meðalengun og þetta er allt gögn sem þjálfarnir þurfa saman eins og Jóna talaði á hann með myndbandið skilur að þú veist, þú vilt vera með efni frá þér spila sem að þjálfarnir geta séð og allt það skiptir miklu máli það er alltaf svona fyrsta sem kveikir áhugan skilur og svo koma þær hingað, svo eru náttúrulega með sjókessi það sem hellingaþjálfarnir koma sér að live en svo koma þær líka nánast bara hver einustu helgi á veturnar og yfir sumatíman 1 og 1 og þá er gott að vera komin inn á radarinn akkurat og svo höldum showcase boltanum á lofti með, eins og við rættum aðeins í þætti númer 1 en við kannski getum farið aðeins yfir það líka fyrst við erum byrjuð, eins og fyrsta showcase það var, hvenær var það? 2016 þannig að og það er náttúrulega bara eins og ég kýrst að kalla þetta bara eins og úrtaksæfing bara þetta er bara leikmenni koma saman, spila leik þetta er bara svo sér það landsæfingu þú kannski liði með einhverjum sem er í öðru liði og þetta er bara svona leikir og þetta er bara búin að stiga vaxandi ári frá ári og núna á síðasta ári komið 90 þjálfara segja frá Bandaríkjunum gríðalegt tækifæri að sanna sig það var ógeðslega gaman bara öll þessi sjókis sem maður veit ekki þátt í og fylgst með það er bara líka bara hugafæri íslensku leikmönnum er gott og þú sér svo persínlega í sjókisinu bara menn vilja sanna sig og eru líka bara það eru bara tæklingar, það eru gæðin á milli líka og menn standa upp eða tæklingar og allt það og við höfum heyrt það frá þjálfurum hvað það er, þeir kunna að meta það Já, gríðarlega mikilvægt og þessi showcase líka bara maður verið í janúar og februar þá að kannski þjálfarar verið að fylgjast með leikmönnum í langan tíma koma síðan á showcase líka og þetta er ekki bara hæla þeim, þeir vilja svo heila leiki þeir eru farin að skoða Insta, Y-Scout, allt þessi og því að þeir eru kannski fjárfæstaðir í leikmanni segjum hæstu styrkindur kannski 30-40 milljónir á leikmann þá vilja þær gera research og vilja gefa sér tími sem vilja koma tvisvar þannig að þetta er alveg hannig að það skiptir máli að
vera snemmi í sig, það eru samt alveg til líka rugglaði þjálfarar og spyrja okkur bara, heyrðu, erum við leikmenn fyrir 2022? Bara, nei. Við erum ekki alveg svo snemma sko. En líka með þetta er ekki lengur bara orðið telur 100% eins og kannski var. Ég fer út, svo ég segi þá svo smá stutt Kjartan Antons sem var í Blikunum og í BF og efstu deild, mjög flottur leikmaður, fjölskylduvinur, hann fer út í James Madison, skólan sem ég fer í síðan og þar er sami þjálfari og orðið hans Kjartans, hann var það vel metinn í skólanum og bara þjálfarinn treysti honum bara. Já, þjálfarinn bara treysti honum en bara þetta er Kjartan, þetta er bara algjör toppmaður og þú veist, þetta er bara 100% eintak. Hann bara lagði inn gott orð fyrir mig og mitt myndband, þú veist, ég ætla ekki einu svona að segja frá því en ég ætla samt að gera það var myndband sem að Arnór eða pappi tók eitthvað upp í fífunni á móti FH í leik með í fótbolta.net mótinu þegar það var að byrja. Þegar maður ætla að tapa honum? Við unnum þann leik. Nei, og það var svona 2 mínútur eiginlega bara, þú veist, ég snerti boltan kannski 2 og þú veist, það var bara hannig að bara, þú veist, þetta var á þeim tíma að þú varst bara með síma sem var bara ódýr sími og það var engin myndalaði og svo brennið þetta á disk. Já, akkurat, svo brennið þetta á disk en punkturinn sá að þá orðin telja minna þegar upplýsingarnar eru meiri fyrir þjálfara til að vinna með eins og Instat og þau geta fengið heila leiki auðveldlega þá bara svona allt í einu, ég get gert mitt research segja með eigin augum en að sjálfsögðu til orðið en þá fáralega mikið. Já, algjörlega og það er ekki sem að við tókum svona þann pól í hæðin í byrjun að við erum ekki að ofurselja neitt og segja hans er Messi, það er ástæðan fyrir okkur við fengum 90 þjálfara til Íslands er að við erum heiðarleg og viljum að leikmenn enda á réttum stað og viljum vera í heiðarlegum samskiptum við þjálfarana og þess vegna er traust orð okkar í dag við þjálfarana, þeir skoða alla leikmenn sem við sendum á það er þessi þjálfarar að fá örgulega bara yfir 100 e-mail á dag en þeir vita, Soccer and Education senda á okkur, þetta er leikmenn sem við þurfum að skoða þá fara þeir í researchvinnuna og skoða koma til Íslands og spyrja okkur spurninga hvernig leikmaður þetta er og þannig að það er alveg klálega að út af því að upplýsingarnir er svo öll fá upplýsingar að þær þurfa að vera góða líka. Akkurat, og það er svo gaman ekki líka að geta styrkt samböndu þessi þjálfara að taka móti en þegar koma og samanskapið þegar við erum farið út á haustin og svona að heimsækja þessa skóla sem er fáránlega gaman og það er mikilvæg liður í þessu líka heimsækja krakkan sem við erum sendt út og allt það. Algjörlega. Það hefur verið frábært að fara út og skoða leiki og hitta þau en eins og við bara maður segir þetta aldrei nú ofta að byrja að huga þessu snemma því að þú ert aldrei of snemma í þessu í rauninni. Nei, þú tapar aldrei á því Nei. og að koma bara í spjall eins og sagðir í byrjun eins og öndum að taka þetta saman og þá myndi ég segja þú veist það er aldrei á snemmt að byrja en myndi segja þessi lágmark áráður og það er hægt að ná í okkur á heimasíðinu, Facebook og Instagram og bara bóka fund og við viljum endilega fá fóreldrana með út í að þú veist það er mikilvægt að þeir séu líka involveri í þetta ferli og það er engin skuldbinding í því að koma fund og taka spjalli bara fá upplýsingar og okkur finnst ótrúlega gaman að taka mútið fólki og upplýsa enn frekar skólaboltan þetta er ekki fundur það sem bara það hljómar alltaf svona eitthvað má ekki bjóra fund þá að fólk bara shit hver er skuldbindingin en þetta er í rauninu bara þú veist koma spjall, engin skuldbinding veist meira algjör og síðan ef ykkur hugsa það er minni ársýni útskrifast það er alltaf lægi, það er margar lausnir sem þú getur farið kannski aðeins seinna byrja í háskóla á Íslandi þannig að ef þú ert að velta þessu fyrir þér bara getur þú komið í spjall til okkur og bara fengið svör við þínu spurningum. Nákvæmlega. Erum við ekki bara búin að fara við svona eiginlega allt sem fylgir ferlið að mjög leiti? Jú, ég held að þeir sem vilja veita meira, bara endilega hafið samband við okkur í gegnum alla þessa miðla og heimasíðu e-mail eftir svo margir staðir sem þetta samband við okkur. Já, nákvæmlega, við erum allstaðar. Það séu bara takk fyrir okkur í dag. Takk fyrir.